Þetta er verkefni 14 á blaðsíðu C17, 14 multilevel list. Þetta er síða 1 atvinnugreinar. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið setjið stigskiptan lista á texta. Setjið textan hér í blokk, ekki fyrir sögnina, og ég fer í multilevel list sem er hér, þessi hnappur hérna, þessi hér, og ég ætla að smella hér í örina niður og velja útlit. Þetta útlit er valið á þessari síðu og síðan ætla ég að breyta bili á milli þrepa. Það er 0,63, þið sjáu það hérna í inndrættinum, og ég ætla að fara aftur í örina niður hér og velja Define New Multilevel List. Við fer í Set for All Levels og breyti þessu hér í 0,8. Fyrsta þrepið er við vinstri spássíu en önnur þrep dragast inn á 0,8, 1,6 og svo framvegis. Svo segi ég OK. Þá sjáum við að hefur aðeins aukist hér bilið. Síðan ætla ég að nota hnappinn Increase Indent hérna til að þrepa inn. Þetta hérna er allt saman á fyrsta þrepi en hérna koma 3 línur sem eiga að fara innar og þá smelli ég hér Increase Indent. Og hér smelli ég einu sinni tvisvar og þá sjáum við að það hefur breyst bæði áherslumerkið og textinn færst innar. Sjáu þetta líka hér upp á reglustikunni. Ég ætla að klára að gera þetta hér. Það er hérna, smelli ég einu sinni og hér tvisvar. Og einu sinni. Tvisvar. Og einu sinni. Þá er ég búin að þrepa inn og síðan ætla ég að hafa 3 punkta á undan og á eftir textanum. Þannig að ég set textan í blokk og ég fer í paragraf. Ég þarf að skrifa hérna 3, töluna 3 og taka hakið af. OK, þá sjáum við að það kemur aðeins meira loft hérna á milli. Og síðan ætla ég að feitletra fyrirsagnir á fyrsta þrepi og þá er það hérna þessar 3 fyrirsagnir. Ég feitletra þær. Síðan koma hérna 2 fyrirsagnir. Ég get smellt aftur á B eða ýtt á F4 á lyklaborðinu. Þá endurtek ég síðustu skipun úr lyklaborði. Það er mjög þægilegt að nota hana. En ég þarf að setja í blokk ef það eru fleiri en 1 orð. Þá er fyrsta síðan tilbúin og við ætlum að setja först síðuskil á undan nýrri síðu, þannig ég smelli hérna fyrir framan þ og ég ýti á Ctrl og Enter. Þá er næsti listi komin á nýja síðu. En ég ætla að vista þessa síðu hér.